Verkfall kennara og stjórnenda hófst í morgun, mánudaginn 17. mars og hún Olga Lísa, hún skólameistari hjá Fjölbrautaskóla Suðurlands, hún á línunni. Komdu sæl. Komdu sæl. Verkfall hófst í morgun. Já. Og nú reynda verið að funda, ekki satt? Jú, mér skilst það samkvæmt fjölmiðlum að þá fundur í gangi. En þið ætlið að hafa skólans samt sem áður opinn? Já, það hér fólk að störfum að hluta til. Það sem sagt skrifstofan opinn, mötuneytið opið, bókasafnið opið, húsverðir við störf, auk mín og fjármálastjóra, þannig að já, það fólk í húsinu og auðvitað höfum húsið opið til nemendur. Nákvæmlega. Hvernig bitnar þetta á nemendum ef til lengri tíma er litið, ef verkfallið verður lengra? Veistu það, þetta stóra spurningi sem allir búin að vera að spyrja núna í heilan mánuð. Ég hreinlega get ekki tjáð mig almennilega það. Það verður eiginlega bara komið ljós, það ræðist auðvitað lengd verkfalls. Því lengur sem það stendur, því erfiðara verður að leysa úr flækjunni sem því fylgir. En ég bara get eiginlega ekki ímyndað mér það. Tap á kennslu, það verður að vinna það upp. Þá verið að tala lengri kennslutíma fram á sumar eða? Ég á nú ekki von á því að það verði kennt langt fram á sumar, kannski út maí og síðan einhvers konar námsmat í lokin, en þetta bara algjör ef spurningar. Heimavistir allra framhaldsskóla liggja undir í hótelrekstri á sumrin, þannig að ég á ekki von á því að verða að halda þeim mikið fram yfir saminn tíma. Það örugglega búið að bóka gistingu á þeim fyrir erlenda ferðamenn. Já. Þannig að þetta dæmi, það getur sett strik í reikningin. Þannig að það ríkir heilmikil óvissa í þessu? Mjög mikil óvissa. Hvernig hafa nemendur tekið þessu í undanfarna daga? Þau hafa auðvitað verið mjög kvíðin fram að þessu. Ég hef nú ekki séð marga nemendur núna, en ég hitti nokkra hérna í morgun sem voru samviskusamur og alltaf verið að nýta tímann. En þau auðvitað eins og við hin með bara eitt spurningamerki fram að því að þau auðvitað mjög skipulagt fólk og búin að gera alls konar ráðstafanir í sumar, búin að ráða sig vinnu frá ákveðnum tíma og svo framvegis. Þannig að þetta auðvitað setur þau líka í erfiða stöðu. Og svo auðvitað ef þessi fundur sem í gangi núna, ef það slitnar upp úr honum að þá nú ekki lausn í sjónmáli og það ekki auðvelt fyrir krakkana kannski að næla sér í vinnu eittur og bingo? Nei, þau sem hafa ætlað sér að ná sér í vinnu, þau hafa borið sér mannalega. Ég veit ekki hvernig ástandið það vaxandi framboð á atvinnu skilst mér í samfélaginu, þannig að það hjálpar þeim. En ég kýs nú að vera bjartsýn og trúi því að menn leggji sig fram að ná saman. Já, ég held að það séu allir sammála því. Já. Góð ráð til nemenda svona frá skólameistaranum? Við erum með inn á heimasíðun okkar hérna einmitt góð ráð og námstækni frá náms- og starfsráðgjörum okkar og ég bara bendi þeim á að renna yfir þau og reyna síðan að halda ryþmanum, snúa ekki sólarhringnum við, reyna að líta í bók daglega, koma saman, styðja hvert annað, vinna upp það sem þau þegar eiga að vera búin að tileinka sér og reyna semst bara að vera svolítið á undan þegar þau komi í skólan aftur. Já. Loka ekki bók og líti ekki í hana þannig að þau koma aftur. Það eiginlega versta úrræði sem þau kjósa. Þetta svona það sem dettur í hug og fljótu bragði, en endilega að kíkja þarna á það sem við höfum sett inn því að þau skynsöm og þau auðvitað hafa markmið með sínum tíma. En við erum búin að kenna 2/3 af önninni, þannig að hún alls ekki glötuð. Reyna að halda því sjónamið á lofti með sjálfum sér eins lengi og hægt er. Já, halda áfram bara þar sem frá var horfið. Já. Það bara þannig. Já. Olga Lísa, skólameistari FSU, takk kærlega fyrir spjallið og vonum að þetta leysist sem fyrst. Já, þakka þér fyrir sömuleiðis vona ég það. Takk. Bless.